Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þá það pólitíkin, ein af tíðundum stjórnmálana, svona undanfarin misseri bágt gengi VG í skoðanakönnunum, margir sem hafa verið að ræða hvað veldur og hvað getur gert svo og við ætlum að gera það hérna og við fengið Guðmund Inga Guðbrandsson, formaður flokksins. Velkomin. Kærar þakkir fyrir það. Hver er framtíð VG? Já, ég vonast þetta til þess að framtíð VG sé góð. Við komum fram á sjónasviði fyrir 25 árum síðan og þá settum við þetta á oddinn mjög mörg mál sem að þóttu nú kannski ekki alveg sjálfsögð á þeim tíma. En mörg þeirra hafa einmitt kannski orðið að því sem við getum kallað megin strömsmál eða mál sem hafa orðið svona að normi. Og mér finnst nú oft kannski loftslagsmálin vera eitt skýrasta dæmið það. Að það voru ekki margir stjórnmálaflokkar eða stjórnmálafólk sem var að tala um loftslagsmál árið 1999. Ég held að megi segja kannski það sama jafnréttismálin eða kvenfrelsismálin, því að þetta var nú eiginlega sett meira fram sem kvenfrelsismál og bara róttæk stefna sem að við settum fram á sínum tíma. Og margt af þessu hefur í rauninni orðið, svona svolítið normaliserað sem mjög jákvætt. Við getum nefnt ef við tökum... Þá eftir því orðin óþarfur flokkur. Já, það eru þetta einleið til þess að horfa á það. Velgengnin átökur upp í þessu, ef þetta sagan, sko. Þetta kannski einleið til þess að líta á það, en auðvitað hefur líka orðið þróun í þessum málaflokkum og auðvelt að benda á það með loftslagsmálin, en það hefur líka tekið tíma að koma þessum málum á þennan stað. Og kannski mest eftir að ná árangri. Það á eftir að ná árangri mjög víða, sérstaklega þú tekur loftslagsmálin, en tekið líka bara jafnréttismálin. Það hefur náttúrulega mjög mikið, við horfum bara á þess tímabil þessara ríkisstjórnar, að þungunarrofslöggjöfin til dæmis, hún var endurnýjuð. Við getum nefnt lögum jafnrétti kynjana, við getum nefnt lögum kynrænt sjálfræði sem að ýta undir aukin réttindi hinsegin fólks, ekki síst transfólks og intersex fólks. Og höfum nú séð það reyndar að Ísland hefur farið upp á hennu svokallaða regnbogakorti, evrópska regnbogakortinu. Og ég dreg ekki úr því að þetta er mikill árangur. Já, og þetta, það sem ég er að leiða okkur eiginlega inn í það, að ég held að við erum alveg duglegt fólk og við reynum að koma okkar verkefnum í framkvæmd, en ég held að á undanförnum árum að þá kannski hefðum við mátt vera meira að endurnýja stefnun okkar og ég held að það sé verkefni núna framundan og leita svolítið í ræturnar, búa til eitthvað kaflaskil og halda áfram vegna þess að mannréttindabarátta, umhverfisvernd og vernd fyrir félagslegu réttlæti hættir aldrei. Það er eitthvað sem maður hefur lært, þá er það það. En ræturnar eru að þú VG verður til á sama tíma og Samfylkingin og sömuleyti þetta ólík viðbrögð við við getum bara sagt fall Sovétríkjanna sem mikil einföldun, en það var svona hugmyndaleg degla sem hafði áhrif á að þá kemur í kjölfarið á nýfrjálsárunum kemur svona minkandi trú á því að efnahagsstefna sósíalistana nái fram og það er svo sósíalistar hafi trú að Margaret Thatcher að það væri engin annar valkostur og við getum sagt að leið Samfylkingina hafi verið það að þá tökum við bara upp efnahagsstefnu hægrisins, nýfrjálsvíkina, en við erum bara betri í því að reka hana og við munum gæta af því að hún hafi ekki haft neikvæð áhrif. Hinum megin eru flokkar sem að segja þessu svo, sósíalismin ekki efnahagsstefna sem að ganga upp, en sósíalismin var alltaf farvegur mannréttindabaráttu á 20-öldinni. Þar með talið kvenfrelsi, umhverfisvernd og eitthvað fleira og sömuleitt VG þannig flokkur. Þó svo að sé líka hluti af þeim sem að tóku þátt í að stofna VG sem að líta á sig sem sósíalista og alltaf ná fram árangri á efnahagsviðinu.
Þegar þú ert að tala ræturnar, ert þú að tala að VG verði þá enn frekar framvarðar sveit þeirra sem að vilja knýja áfram mannréttindabaráttuna eða ert að segja að við þurfum að fara að finna einar sósíalísku rætur sem að við kannski lögðum ekki nógu mikla rætt við? Já, þetta er náttúrulega bara mjög góð spurning og mér finnst í fyrsta lagi að þetta er samtal inn á við hjá okkur sem að ég ætla ekki einn að hafa áhrif á en þar sem að ég er að horfa til er meðal annars þar sem að snýra mannréttindum en líka ef við tökum bara efnahagsmálin að horfum bara á það sem að þó hefur gerst á þessu kjörtímabili að við komum hérna á sanngjarnara skattkerfi þegar að sjálfstæðismenn og framsóknarmenn tóku við 2013 þá lýstu þeir því yfir að þeir vildu taka upp einsþrepa skattkerfi. Þá var 3 þrepa skattkerfi og það endaði í 2 þrepa. Þetta er eitthvað sem að við breytum í núverandi ríkisstjórn sem er til hagsbóta fyrir lágtekjuhópa. Ég horfi svolítið á þetta þannig að þetta er svona lagfæringar á skattkerfinu. Þetta er ekki, við erum að horfa á algjöra markaðsvæðingu til dæmis húsnæðiskerfisins sem að við einhvern veginn ráðum ekki við að byggja upp húsnæði, ódýrt örugt húsnæði handa megið þorra almennings vegna þess að bara einhver hugmyndum það að markaðurinn eigi að sjá þetta sem að lítur náttúrulega að vera algjört eitur í beinum sósíalista, að horfa upp á þetta, að við getum ekki, að ríkisvaldið og opinbera get ekki brugðist við og bara einfallega byggt yfir fólk. Akkurat, en það er nú eitt af áherslunum sem við höfum líka verið að setja meiri segja inn í því samstarfi sem við erum í núna, sem er nú ekki með neinum sem að kenna sig við sósíalista og það er að auka fjárframlög inn í almenna íbúðakerfið sem eru þetta til þess ætlað að byggja húsnæði sem að hægt er þá að leigja á lægra verði til lágtekjufólks. Og það er þessi atriði sem að skipta máli, en það skiptir líka máli að við horfum á að efnahagslegu stöðuleiki verður að haldast í hendur við félagslegan stöðuleika. Og þegar maður heyrir í orðræðinu, og ég tók eftir í til dæmis við eldhúsdagsumræðurnar að formaður Samfylkingarinnar, hún talaði að það þyrfti að ná efnahagslegum stöðuleika til þess að og síðan væri farið yfir í að sinna velferðarkerfinu og svo framvegis. Meðan að ég horfi á þetta þarf að haldast í hendur og það getur þýtt það og ég er allan að þeirra skoðunar að breiðu bökin í samfélaginu eigi að gefa meira til samfélagsins, minnst það bara sanngjarnt, vegna þess að samfélag og þá tengist líka yfir í mannréttindin sem þú nefndir áðan, það er mannréttindamál að fólk hafi í sig og á, það er mannréttindamál að fólk geti lifað með reisn og þó svo að Ísland sé sennilega á langflestum mælikvörðum land sem að hvar jöfnuður er mikill þegar við berum okkur saman við önnur ríki og fátækt er lítil að þá er hún samt til, það er líka til ójöfnuður. Við erum að horfa á aukna stéttskiptingu í landinu, ekki síst á milli innflytjenda og innfæddra og þetta eru allt saman verkefni sem að bíða okkar ennþá og ég vil að VG setji meiri kraft í að leggja áherslu á þessi mál. Sem er efnahagslegt réttlæti. Það er efnahagslegt réttlæti, já. Félagslegt réttlæti. Vegna þess að það býr til betra samfélag og að lokum að þá verður ég trúi því að þá verður meiri stöðuleiki vegna þess að þú getur illa haft efnahagslegan stöðuleika nema að hafa félagslegan stöðuleika. Og þá hljómar það eins og ræturnar síðan að fara í sósíalismann. Ef við aðgreinum það á milli, að því að þetta er vinstri græn og vinstri er þá líklega sósíalisminn og græn eru þá umhverfismálin og þar getum við sett líka svona mannréttindamál. Já, allt tengist þetta. Já, ég er auðvitað að tala í þessa átt, sko. Allt tengist þetta síðan vegna þess að grænumálin og það er það sem við erum að sjá í meiri og meiri mæli að bara dómstólar fjalldómur í Hollandi núna síðast við mannréttindadómstólinn vegna Sviss þar sem við erum að horfa á það hvaða áhrif aðgerðir ríkja í loftslagsmálum eru farin að hafa á í rauninni niðurstöður dóma og þetta er mjög merkilegt vegna þess að umhverfið okkar vistkerfin sem að við
byggjum alla okkar velferð í rauninni á. Þau eru ákveði grundvallar element til þess að halda upp í lífi á jörðinni. Og ef við stöndum ekki vörðum það, hlúum að því, verndum það og umgöngumst það með sjálfbærri nýtingu, að þá höfum við ekki lengur til lengri tíma litið þennan grundvöll fyrir tilveru okkar á jörðinni. Og það er þess vegna sem ég hef alltaf trúað á Vinstri græn, vegna þess að þau reyna að samþætta þessar mikilvægu áherslur á umhverfis- og náttúruvernd, sjálfbæra nýtingu og síðan öflugt velferðarkerfi. Og ég hef sagt það til dæmis, sagði það fyrir síðustu kosningar og fannst það rosalega flott slagorð hjá mér, að loftslagsmál væru stærsta velferðarmál 21. aldarinnar. Vegna þess að við verðum að ná tökum á því sem að gerast þar í öllum heiminum og Ísland vissulega pingulítill aðili í stóra samhenginu þegar kemur að því, en við höfum alveg sömu siðferðislegu skyldur og önnur ríki og jafnvel meira en sömu önnur að því við erum vestrænt ríkt ríki. Og ef að við náum tökum á þessu stóra viðfangsefni núna á næstu árum og áratugum, að þá búum við til grundvöll fyrir velferð fólks hér á jörðinni. Sá sem orðar að þannig að við þurfum að fara í rætunar, hann að segja það að við höfum fjarlægstir eða við höfum mist sjónar á mikilvægi þeirra. Við höfum líklega farið of langt í einhverju svona málamiðlunum og eitthvað fleira. Nú þurfum við að brýna stöðun okkar. Það felst í þessu að segja þetta. Og það felst í því að líklega ef við tökum loftslagsmálin sem að voru þitt verkefni á síðasta kjörtímabili, að þá felst líklega í því að þið hafi einfaldlega gefið of mikið eftir, að þið lögðu ekki næga áherslu á að ná því í gegn. Ég var að tala við Lilju Rafni hér í gær og hún var að tala þetta við sjávarútvegsstefnuna sem að hún taldi að VG hefði lagt fram mjög góða sjávarútvegsstefnu sem við byggðasjónarmið og hvað fleira og við vitum það alveg að hluti af því að þið náðu að halda betur í fylgið ykkar út á landi var meðal annars sjávarútvegsstefnan. Og hún orðaði eitthvað þannig að þegar við förum inn í ríkisstjórn og við náum viðkomandi ráðuneytinu, en við náum samt ekki að fara með stefnun okkar í gegn. Að það eigi mér að þessu sama og ég að benda á, að það eins og þið hafi bara farið einfallega allt og langt í málamiðlanir, þó svo að þið segið að stjórnmál eru alltaf málamiðlanir, þá eru bara eitthvað mörk á því. Og þess vegna þurfum þið að fara og brýna sverð ykkar í upphafinu, líklega til þess að fara ekki jafn langt í málamiðlanir og það hafi gert hingað til, eða hvað? Já, þetta kannski nokkur atriði þarna, þetta bara mjög sanngjarn spurning og vangaveltur hjá þér. Sko í fyrsta lagi langar mig að segja að það að gera málamiðlanir auðvitað til þess að ná árangri. Þegar þú gerðir ekki málamiðlanir og værir alltaf á hliðarlínunni eða ferð ekki tækifæri til þess að sitja við stjórnvölinn að þá ertu yfirleitt ekki að ná miklum árangri. Þú getur náðu árangri í því að móta umræðin og kannski náði VG því á fyrstu árunum í stjórnarandstöðu að hafa áhrif á loftslagsmálin, á kvenfrelsismálin og ýmisleg mál þóttu væri ekki við valdastólana. Já, loftslagsmálin tóku ekki neitt flug fyrir en á kjörtímabilinu, núna fyrra kjörtímabilinu í þessari ríkisstjórn og það líka bara út af Gretu Thunberg og fleiru sem að gerast alþjóðlega. En varðandi málamiðlanirnar að ég held að sko, þú gerir kannski málamiðlun og segjum að þú náir 70% af þínum markmiðum. Ég held að okkur hafi svolítið hætt til að tala ekki nægilega mikið málamiðlanirnar og útskýra þær eða segja, heyrðu, við gerðum hérna málamiðlun, ég hefði viljað fara lengra í þessa átt, en ég komst ekki lengra en þetta. Ég ætla að halda áfram hins vegar að vinna því að komast alla leið. Og ég held að við höfum kannski, það hafi skort svolítið upp á bara þetta heiðarlega samtal vegna þess að auðvitað stendur maður með niðurstöðinu og þú gerir málamiðlun þá verður að standa með niðurstöðinu. Annars ertu illa stjórntækur. Ég komst eins langt og ég get. Komst eins langt og ég get að sinni. En ég er ekki hættur eða ég er ekki hætt. Ég hef aldrei auðvitað með að skilja málamiðlunar. Ég held bara að gagnrýna ykkur séu að þið voru bara með mikið af málamiðlunum. Já, ég veit ekki. Ég var að nefna hérna áðan að við komum á þrepa skattkerfi, hækkuðum fjármagnstekjuskatt, get bætt því við, kjarasamningspakkarnir sem við höfum gert hafa lotið að því
bæta kjör lágtekjufólks, barnafjölskyldna, við getum nefnt auknar húsaleigubætur, aukni styrkir inn í almenna íbúðakerfi, skólamáltíðir og svo framvegis. Þið hafið bent á þetta. Þú hljóma til dæmis eins og Katrín Jakobsdóttir ég niður í þingi að svara gagnrýni af VG. Þess að hún byrjaði alltaf að þylja upp þessu höfðu gert. Nei, allt í góðu. Fólk hefur örugglega heyrt þetta áður, en mér finnst þetta alveg jafn góð sannindi þrátt fyrir það. Þetta eru 70%. Ég er bara að segja, skólamáltíðirnar held ég svona 100, en ok, allt í góðu. Nei, ég segi að þetta eru 70% þegar náð fram, en síðan lendið því að svara hvað er þessi 30%. Já, akkurat. Og þið tapið í umræðinu þar. Og ég held að við höfum ekki verið nógu góð, ég hef ekki verið nógu góður að útskýra, ég náði ekki lengra í þetta skipti, en ég nú bara ansi ánægði með að hafa komist þetta langt og að halda áfram að vinna þessu. Ég get tekið eitt mjög einfalt dæmi sem að kemur upp í hugan á mér og er aftur úr hérna loftslagsmálunum. Að það var, þegar við vorum að vinna fyrstu aðgerðaráætlunina í loftslagsmálum, að þá vorum við að skoða í ráðuneytinu að setja bann á innflutning nýrra bensín- og díselbifreiða. Og ég sagði að ég vil fá þetta 2025 vegna þess að Noregur var sá sem var að gera það. Og þau voru að ganga lengst. Síðan voru eitthvað sem voru með 2040, 2035, 2030 og niðurstaðan var 2030. Og ég hugsaði, ok, það var enginn að tala þetta áður við komum með þetta fram. Ég hefði bara getað sagt, nei, heyrðu, sleppum þessu. En ég hugsaði bara, nei, ég ætla að koma þessu inn og síðan ætla ég að halda áfram að vinna að því að færa þetta nær því sem að ég til að sé skynsamlegt. Og sá sem var að semja við því, hann hugsaði það sama, ég ætla að færa þetta til 35 síðan þegar þú ert farin. Já, það kann vel að vera, en svo er það oft erfiðara, en jú, Bretarnir gerðu það nú reynda núna hérna í íhaldsstjórninni, en það sem að ég bara er að segja, að maður er kannski ekki alltaf nógu flinkur eða kannski bara hefur maður ekki alltaf þoraði að útskýra málamiðlanirnar af því að maður er eitthvað hræddur við að þá sem maður að tapa svo miklu. En þú ert ekki endilega að tapa. Þú ert einmitt að vinna. Þú ert einmitt að koma áfram einhverjum af þínum áherslu málum. Og nú útskýrir það ekki hérna allt í heiminum eða stöðu VG og hérna að öllu leyti. Ég held þetta sé bara mikilvægur punktur. Svo má náttúrulega taka efnislega umræðu sko í hvaða málaflokkum hefur við gefið eftir og svo framvegis. Ég held að ég er nú ekki sammála Lilju Rafneyju í því sem að hún er að segja. Það hefur líka verið bent á aðra málaflokka eins og til dæmis útlendingamálin og þar höfum við sammæltumst núna í vetur heildarsýn í útlendingamálum og innflytjendamálum þar sem við erum að reyna að horfa á þetta heildstætt og ég var ánægð með að við náðum því vegna þess að ég held að það verða að segjast alveg eins og að sá málaflokkur var svolítið komin á þann stað að við vorum mjög mikið að tala hvert í sína áttina og það er talsvert mikill áherslumunur á milli okkar og sérstaklega sjálfstæðisflokksins í þeim málaflokki. Þau hafa verið með það ráðuneyti. Ég menna þeim óæði við þegar ég var í umhverfisráðuneytinu ýmsu sem ég var að gera. Ég var að friðlýsa hægri vinstri. Sem var síðan fellt í burtu? Nei, það var nú ekki alls ekki allt. Já, það er nú hérna, langminnst en það var nú vegna þess að það var Hæstiréttur sem að dæmdi með þeim hætti og voru formgallar vegna einhverja mála sem voru inn í þinginu löngu fyrir mína tíð. Ég geti nefnt líka bara úrgangsmál, margt í loftslagsmálunum og svo framvegis. Núna í minni tíð í félagsmálaráðuneytinu við erum að ná gríðarlega miklum árangri að koma á nýju örorkulífeyriskerfi og ég hafði sem betur fer stuðning samstarfsflokkana í að koma á nýju kerfi. Ég þurfti náttúrulega að berjast fyrir peningunum. Þannig að hérna maður næra þetta ekkert alltaf öllu því sem maður ætlar sér að ná í gegn en ég veit það ekki kannski ætti ég að spyrja hvar finnst þér að við höfum gert á mikla málamiðlunni? Við þetta með málamilunna, ég talaði mikið við fólk úr verkalýðshreyfingunni. Þau eru alltaf í þessu við samningsborðið. Það er ekki þannig að þau komi með alla kröfuna tilbaka. Nei. En þau telja sig koma með það eins mikið og hægt var að ná með þau fórsetur sem að voru. Og eru oft finnst mér miklu flinkar að tala það heldur en við. Því að það er öllum ljóst hvað leikurinn er þar. Já. En það er eins og öllum sé ekki alveg ljóst hver leikurinn er. Af því kannski er þetta bundið ykkur trúnaði hvað er raunverulega verið deilt. Stundum er verið að breiða yfir það hvað er verið það deilt. En tökum þá bara eitt mál. Eins og útlendingamálin sem ég held að vera einn stykkur svolítið erfið. Þú talar að stefnumörkun, það er það sem þú kemur með. Sjálfstæðisflokkurinn, hann kemur hins vegar með breytingar útlendingalögum sem að takmarka fjölskyldusameiningar, meðal annars fólk sem er frá Palestínu og býr hér,
sem að svíður marga ykkar stuðningsmönnum. Og dómsmálaráðherra segir, ég ætla að fara að ganga enn lengra en næsta haust, þá kemur með enn frekari breytingar útlendingalögum. Og fólk segir, betur, hvað var þetta sem að Guðmundur Ingi náði í eitthvað stefnumörkun, eitthvað voðalega óljóst, eitthvað þetta glærusjóð, eitthvað. Ég sé bara að breytingarnir eru hérna í gangi, full force. Sko, Guðrún Hafsteinsdóttir, dómsmálaráðherra, getur komið með öll þau frumvörp sem hún vill loku búsetúræði, því það er það sem þú ert að vísa til. Þetta var í fréttu núna áðan. Það sem ætlar að koma næst. Já, sem ætlar að koma næst. Hún er búin að tala þetta áður. Þetta er ekki inn í heildarsýninni í útlendingu og innflytjendamálum sem við sammeltumst í vetur. Og ég mun ekki samþykja meðan að ég formaður VG að hleypa í gegn lokuðum búsetúræðum eins og Guðrún Hafsteinsdóttir hefur lýst þeim. Og það veit Guðrún, það veit Bjarni Benediktsson. Þannig að ég get ekki séð betur en að það sem að hún er að gera er að tala inn í sinn kjósendahóp. Hún er svo sannarlega ekki að tala inn í minn, en ég er alveg skýr á þessu. Og við höfum hins vegar í gegnum þessar breytingar sem hafa verið á útlendingalögunum, við höfum náð fram ýmsum breytingum, bæði áður en að málin hafa ferið inn í þingið og líka inn í þinginu. En það hafa vissulega verið málamiðlanir þar. Það er kannski það besta dæmi. Svipað þú lýstir að náðan, þú kemur með 25 árin, eitthvað til 240 og hittist í 230. Kannski koma þau líka með 2025 vegna þess að þau vitaðu eftir að semja við þig og það sem að þú telur vera ávinningin voru það kannski það sem að þau voru alveg til í að setja sig við á leiðinni. Stundum er þetta þannig. Og stundum svo einn daginn koma þau til þín og segir ég veit að þú vilt ekki búsetúræðin. En það er mál sem að þú ert með þarna í gangi sem ég veit að þú vilt koma með. Við skulum hleypa því í gegn ef að þú hleypir búsetúræðinu í gegn. Já, svona getur alltaf komið upp en allavega ég er alveg skýr á þessu og við höfum verið allan tíma. Og ég get líka alveg útskýrt hvers vegna. Það er vegna þess að lokuð búsetúræði allavega eins og ég hef skilið Guðrún Hafsteinsdóttir og Sjálfstæðisflokkin í þeim málum er að takmarka frelsi fólks til þess að hreinlega fara sem sagt hversu frjáls það er ferða sinna meðan það er hérna. Og það er eitthvað sem að mér hugnast ekki. En hins vegar þá veit ég það alveg að það þarf að finna búsetu og úrræði fyrir fólk sem að hinga kemur og fær ekki vernd en kemst ekki úr landi. Þannig að það er hins vegar allt annað mál. Og þarna bara geri ég stóran greinamun. Annað mál er Gaza sem að ég held að hafi reynst ykkur erfitt. Það verið mikil gagnrýni á ríkisstjórnina frá þeim sem að vilja, ég segi ekki skýrðislausan, en mikinn stuðning við frelsisbaráttu palestínumanna og að því fólki sem að er í neyð, sem að alþjóðlega stofnanir er að segja að sé að líkindum þjóðamorð, að þessi skýrðislausari stuðningur íslenska stjórnvalda. Já, ég er samanlegaður. Ég held að þetta mál er búið að vera bara mjög erfitt mál. Hins vegar þá sammeltist Alþingi ályktun í haust sem að íslensk stjórnvöld hafa síðan byggt á og það er í mínum huga mjög mikilvægt. Við sjáum auðvitað ekkert allt sem að utanríkisþjónustan er að vinna alla fundir sem þau fara á en þau hafa fylgt þessu mjög vel eftir. Það kom upp mál eins og var sett spurningamerki af fyrrverandi utanríkisráðherra stuðningin við UNRWA, hjálparstofnun Sameinuðu þjóðanna í Palestínu, en þau mál leystust mjög farsarlega. Það var bara haldið áfram að styðja við þau samtök. Síðan voru þetta fjölskyldusameiningarnar og ég beitti mér mjög mikið í því máli til þess að íslensk stjórnvöld myndu aðstoða við það að koma fólki yfir landamærin og náði bara heilmiklum árangri í því. Það voru þarna rúmlega 70 mann sem komu yfir á einu bretti. Þar voru líka sjálfboðaliðar sem komist yfir landamærin út af sjálfboðaliðunum? Ekki þessi 72. Þeir komu algjörlega í gegnum samskipti íslenskra stjórnvalda við ísraelsk og egypsk stjórnvöld. Fyrir utan það voru svo þau sem að komu hérna í gegnum sjálfboðaliðana, en ég meina ráðuneyti hjá mér var líka aðstoða í þeim málum, bæði með samskiptum við utanríkisráðuneyti hérna heima og við alþjóða fólksflutningastofnunina IOM sem að
við sem sagt erum með samning við að flytja fólk heim þegar það hefur ekki tök á því að koma sér sjálft og fjölskyldusameiningar að ræða. Þannig að ég vil meina að ég allavega beitti mér sem ráðherra mjög mikið í þessu máli og hins vegar er það held ég bara öllum ljóst að við tölum ekki eins utanríkismál við og Sjálfstæðisflokkurinn. Þetta kannski að því að tala að vera við völd eða hafa möguleika að geta haft áhrif eða vera í stjórnarandstöðu og við þekkjum þetta bara af söguflokka sem eru systurflokkar ykkar víða lönd að það ýmist hvaða ákvörðun flokkarnir taka. Sumir taka það ákvörðun að vera meira og minna í stjórnarandstöðu og telja að áhrif sín séu kannski mest ef að þau verja minnihlutastjórn vantrausti. Akkurat. Og það sé einn eðlilegi staður. Og hugmyndin líklega sú að þetta ekki ótti við að taka þátt í málamiðlunum og í völdum, að við lifum í samfélagi sem að við viljum breyta og með því að fara og vera hluti af því að stýra samfélaginu eftir þeirri stjórnarstefnu sem að almennt viðurkennd, að þá eru við ekki að gera kröfunar að sé að breyta samfélaginu, heldur með einhverja svona plástra aðgerðir, að milda hjarta Bjarna Benediktssonar ef ég má vera hæginn. Það eiginlega það sem að þið fórnuð ykkur í. Í staðin fyrir að vera að byggja einfaldlega upp vilja meðal almennings að breyta samfélaginu á einhvern róttakan hátt, þannig að gagnist okkur til lengri tíma. Þetta eru átökin. Að hluta til þetta átökin. Og nú eru þið að koma út úr svona mikilli valdasettu, og það ekki bara núverandi ríkisstjórn, heldur var flokkurinn í ríkisstjórn eftir hrun 2009-2013. Var síðan ekki í 4 ár en búin að vera núna og ef að þið klárið út kjörtímabilið þá var hann búin að vera í 12 ár af síðustu 16. Má það vera, ef við værum bara að horfa á þetta utan úr geimnum, má það vera að til þess að VG geti vaxið og dafnað og elfst sem fjöldarhefing, að það sé kannski komið tími á að vera kannski næstu 8-12 árin utan ríkisstjórnar? Það kann bara vel að vera. Það sem að ég samt hef verið að reyna að leggja áherslu á í þessu viðtali líka að mér finnst við hafa, og ég bara mjög samferður það, náð árangri í þessari ríkisstjórn. Það náð að koma vinstri áherslum og grænum áherslum inn sem að munu skila okkur betra samfélagi. Ég held reyndar að öllum flokkum sé það hollt að vera í stjórnarandstöðu öðru hvoru. Og auðvitað eru líka til stjórnmálahreyfingar sem að eru inn á þingi núna sem hafa aldrei verið í ríkisstjórn. Kannski eiga þær hreyfingar eftir að prófa fyrir sér á þeim vettvangi. Það allt öðruvísi heldur en að vera í stjórnarandstöðu, segi ég sem hef aldrei verið í stjórnarandstöðun á þingi að því að ég... Þú varst í stjórnarandstöðu þegar þú varst í Landvernd. Það akkurat það sem ég ætlaði að segja og þaðan hef ég líka svolítið þá reynslu að vera á hliðalínunni, geta í rauninni sett fram mínar ítustu kröfur, sagt í rauninni öllum hvernig ég að gera hlutina og svo ég allt í einu komin hinum við í borðið þar sem að ég raunverulega hef völd og áhrif, ég ræði ekki öllu og ég var á þeim stað á þeim tíma þegar mér býðst að komin í umhverfisráðuneytið, ekki kjörin þingmaður, heldur bara beint frá Landvernd, að fara inn í það með því hugafæri að ég geti haft meiri áhrif þar inni heldur en ég geti áfram hjá Landvernd. Þetta var Landvernd ekki að fara neitt og þau bara veittu mér mjög mikið og mikilvægt aðhald meðan ég var umhverfisráðherra. Þannig að ég hef alveg reynsluna af því að þessu leitinu til vera beggja vegna þó svo að það sé fólk sem vinnur hjá félagasamtökum ekki það ekki það sama að vera kjörin fulltrúi í stjórnarandstöðu. En ég held að við verðum að sjá svolítið hvað gerist líka bara eftir næstu kosningar og í mínum huga þá vonast ég auðvitað til þess að við getum myndað ríkisstjórn frá vinstri inn á miðju. Það ríkisstjórn sem að ég myndi vilja sitja í. Það ekki góður aðdragandi að því að mynda ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum og Framsókn?
við skulum segja og þannig ég að vitna í til dæmis það sem að Drífa hefur sagt hérna við þetta borð, það sem hún sagði að þessi ríkisstjórnarsamstarf hefur ekki bara eyðilagt VG, heldur eyðilagt vinstrið á Íslandi. Þá voru líklega að meina að það sé hlutverk vinstrisins og miðjunar mögulega að byggja upp valkost á móti þeirri stjórnarstefnu sem hefur verið meira og minna ríkjandi síðan 1991. Já, en gleymum því ekki að þessi ríkisstjórn er mynduð á all áhugaverðum tímum þegar það var nú búið að vera erfitt að koma ríkisstjórnum saman og svo framvegis. Við ákveðum síðan að halda áfram 2021 og ég vil gjarnan fá að klára þau verkefni sem að ég hef tekið að mér og við í VG. Ég ætla ekki að segja það að Vinstri græn, Framsókn og Sjálfstæðisflokkar hafi unnið saman í 7 ár eigi að koma í veg fyrir það að við myndum ríkisstjórn frá vinstri til miðju. Samfylkingunni gengur mjög vel í skoðanakönnunum núna. Ég vona það að þau vilji mynda ríkisstjórn sem er meira til vinstri heldur en hægri. Þá þurfum við að skila góðum árangri. Þá þarf okkur að ganga allir. Þá þarf við að Framsókn að ná því að horfa til vinstri til þess að þetta búa til svona klassískar vinstri stjórnir á íslenska mælikvarða. Þá þarf þetta tvennt að gera. Báðir A-flokkarnir þurfa að vera sæmilega svona á sig komnir. Þannig annars ekki miklu veikar en hinn og bæklaður og Framsókn þarf að, ef það er til enn þá vinstri armur í Framsókn, hann þarf að vera við völd. Já, og að því þú segir þetta að sko flokkarnir þurfa að vera nægilega sterkir. Þetta er nefnilega alveg hárrétt hjá þér og maður finnur þetta inn í þinginu að við erum með 8 þingmenn, 3 af þeim eru ráðherrar sem þýðir að það eru bara 5 sem er að vinna í öllum nefndunum, passa upp á öll málin okkar stefnu, fylgja eftir málum og svo framvegis, að við erum með vissulega nefndarmann í öllum nefndum en það er bara ein nefnd sem er með 2 frá VG og þess vegna bara tekið undir það með þér að það er mikilvægt að til þess að taka þátt í ríkisstjórn þá þarf að hafa helst svolítið meira aflheldur en bara örfáa þingmenn og svo þetta ekkert sé útilokað en það er mjög æskilegt til þess að fylgja málum eftir inn í þinginu. Já, og líka bara í sambandi við uppbyggingu á flokknum að það sé ekki bara ráðherrarnir sem algjörlega drottna yfir flokknum og þar eftir guttunum. Algjörlega. Varðandi það að vera í sístu flokka þínir víða heim, að þeir eru sáttu við að vera í stjórnarandstöðu, meðal annars vegna þess að þeir þáttakan inn á þinginu er bara hluti af starfinu. Þetta eru flokkar sem að líta þessu hluti af alþýðuhreyfingu og þeir myndu telja landönd með, þeir myndu telja verkalýðshreyfinguna með, að það sé starfsvettvangur róttakra sósíalista, sé ekki bara það að vera einhver klúbbur forystufólk sem er að bjóða sig fram til þings. Ég átta mig ekki alveg á því hver staða VG er að þessu leyti í sambandi við ræturnar inn í verkalýðshreyfingunar og fleira, svona ef við myndum að horfa aðeins tilbaka í sögunni til Alþýðubandalagsins kannski 1980 eða eitthvað að þá ég átta mig ekki á því hversu djúpa rætur VG hefur sem til þess að vera stjórnmálaarmur einhverjar alþýðuhreyfingar. Já, ég held að þar mættu alveg vera meiri tengingar. Það er allavega mín skoðun og mín tilfinning. Þetta þekki ég betur græna geirann hafandi komið úr honum og það sem að mér bara ég tek mína tíð sem umhverfisráðherra stundum var maður svo mikið að vinna að öllum málunum að ég bara viðurkenni það alveg að ég hefði mátt vera í meira sambandi við baklandi sem að ég kom úr og það er engin afsökun fyrir því vegna þess að það skiptir rosalega miklu máli en þetta er held ég einmitt eitthvað sem að við í VG þurfum svolítið að horfa til núna og er hluti af því að reyna að búa til eitthvað kaflaskil. Við erum til dæmis núna við erum að fara að halda landsfundi í haust til að kjósa nýja forystur, reyna að leggja fram. Svolítið langt í það? Já. Það hljómar ekki svona neyðarfundur út af neyðarástandi? Nei, enda kannski erum við bara líka það vel uppbyggð hreyfing að við eigum að geta ráðið við að brúa bil. Og ég meina ef þú horfir á þinglokin, við erum að ná í gegn fullt af málum þó svo að okkar góði formaður hafi farið í annað. Við erum að
landa hérna örorkulífeyriskerfinu, kjarasamningspökkanum sem eru fullt af málum. Nema það vantaði inn í húsalegu lögin að þá var fellt út það atriði sem að Sigurður Ingi á sín tíma kynnti sem raunverulega það sem að mundi ná að breyta húsalegu markanum mest. Skráningarskyldan sem að ég bara er sammála hefði verið betra að hafa inni. Mannréttindastofnun, eitt af 5 ríkjum Evrópu sem er ekki með sjálfstæða óháða mannréttindastofnun, það er breytt núna. Þetta er alveg hreinrækt að VG... Þið náðu meira í gegn núna heldur fyrir ári? Já, miklu meira og þess vegna er ég að segja, ok, höldum landsfundin í haust, en það er líka til þess að geta undirbúið þetta vel. Mér fannst ekki gott að við hefðum geta haldið auka landsfund og kosið bara nýja forystu og gert ekkert annað. Mér fannst ekki kannski heppilegt að gera það fyrir forsetakosningar. Forsetaframbjóðendurnir áttu bara að eiga sviðið og ég vildi ekki vera einhvern veginn blanda þessu einhvern veginn inn í það og síðan bara kemur... Nóg var að því gert og nóg skadar held ég að VG kom ekki verið út á forsetakosningunum. Nei, að vera í þessari deglu sem að þar var. En síðan, nei, það kann vel að vera, síðan koma 3 vikur, ég að klára þingið og svo er bara komin júlí. Þannig að þá hugsa maður íslenska sumarið og allir út allt sem er bara frábært. Að þá er bara betra að gera þetta í haust og reyna þá að búa líka til eitthvað farveg til samtals inn í hreyfingunni og við erum nú með félagsfund í dag sem er svona fyrsta skrefið í því aðeins að ræða stöðuna og hvaða málefni viljum við leggja áherslu á núna inn í kosningaveturinn til þess að undirbúa fyrir landsfund. Og þetta er auðvitað bara eitthvað sem er mjög skemmtilegt. En þú ert formaður VG og VG er náttúrulega þeir sem eru ennþá í VG. En ég býst við að þið langi til þess að hugsa VG líka allir sem hafa farið á undanförnum árum. Það er flóttafólkið, þú getur náði aftur og það er áviðu marga flokka sem hafa lent í klofningi og eitthvað svona og sumuleyti er kannski í VG ekki klofna en það hefur verið að leka út úr því og ég býst við að þú hefur hugsað þegar Lilja Rafney saði þessu flokknum bara hvað ætlar þetta bara ekki að linna sko út af öllum málum að það var fólk að yfirgefa okkur þannig að þú lítur að hafa eitthvað svona hugmyndum það að reyna að ná hjörðinni aftur eða hvað? Já, sko í fyrsta lagi langar mig að segja að heildarfjöldi þeirra sem er í VG hefur lítið breyst á undanförnum árum. Ég geti talið upp nöfni og ég get alveg sagt það að þetta er fólk sem að þú myndi vilja hafa inn í þínum stjórnmálum. Ég er bara að segja að fjöldin hefur ekki breyst mikið og ég var nú satt best að segja í gær að hringja í nýja félaga sem að er mjög áhugavert vegna þess að sumir voru nýjir gamleir, þar að segja fólk sem að hafiði horfið á braut og komið tilbaka og ég spurði þau sem að ég hringdi af hverju ertu að ganga til liðs við VG og mér fannst svona ábyrrandi þau sem að höfðu verið áður sagði að já, mig langar til þess að taka þátt í að byggja VG upp og það aftur já, og svo þau sem að voru að koma glæni að þá voru það mismunandi bara málefna áherslur og fólk sagði að það voru allavega einhver sem að sögðu já, ég hef nú búin að vera að rífa kjaft svo lengin í eldhúsi alls konar mál og nú langar mig til þess að fara að reyna að hafa áhrif með mínum skoðunum inn í stjórnmálahreyfingu og mér leist best á ykkur. Það er alveg hvatning hérna við rauðaborðið, fólk gerir einmitt þetta. Já, að sjálfsögðu, vegna þess að við þurfum líka bara á því að halda og ég held að vinstrið þurfi á því að halda. Við erum að sjá alveg gríðarlega stóra hægri sveiflu í Evrópu. Við sáum það bæði í Evrópuþingskosningunum, þó svo að reyndar hafi vinstri flokkunum gengið vel á Norðurlöndum. Til dæmis í Danmörku. Finnlandi og Danmörku. Og Er það ekki sýstuflokkur sósíalíska fólkapartí? Jú, og reynda líka í Svíþjóð, það voru öllum þremur. Já, vinstri flokkurinn í Svíþjóð. Já, akkurat sko. Og að þið vorum að tala áðan hvaða vinstri flokkar fara í ríkisstjórn, finnsku vinstri mennirnir, þeir hafa verið í ríkisstjórn öðru hvoru, reyndar alveg í Noregi líka. En allavega það sem ég er að reyna að segja er að það er greinileg hægri sveifla í Evrópu og ég óttast að sú hægri sveifla sé komin eða sé að koma hingað til lands og þess vegna held ég að það sé bara óbærslega mikilvægt að bæði þau sem að vilja koma aftur tilbaka og nýtt fólk komi og taki þátt í því að
að byggja vinstri græn upp aftur. Og það þarf svolítið klókindi til þess og eða það var ekki að tala svona klókindi eins og ykkur óheiðilega, það þarf að vera ykkur góð greining og eitthvað hlurra því að þú varst að tala mál sem að VG hefur komið inn í umræðuna og það svolítið annað að vera þar, að vera að ræða sínmál sem út að tróða inn eða að vera dæmdur til þess að svara málunum sem að ysta hægrið er að setja inn og það yfirtekur umræðuna í pólitíkinni. Það getur verið snúið mál fyrir vinstrimenn að taka þátt í það sem umræðu vettvangur þannig. Eins og menn lenda í núna bara í Frakklandi. Og kannski hefur hvernig ég orða þetta? Það er oft náttúrulega eðlilega miklu einfaldara og kannski nær hjartan í manni að tala stökmál og einstökmál og kannski það sem að maður brennur mest fyrir og maður hefur mesta ástríð í meðan að við þurfum auðvitað í pólitíkinni að horfa á það að gera kerfisbreytingar. Gera kerfisbreytingar sem að geta skilað okkur árangri sem að við sjáum ekkert endilega alveg strax. Heldur árangri til lengri tíma litið. Við getum bara nefnt velferðarkerfið. Ég held að grundvallar kerfisbreyting sem þarf að verða í velferðarkerfinu er kannski tvennskonar að það drægi úr kostnaðarþáttöku meira heldur en hefur verið. Þannig að heilbrigðiskerfi sé raunverulega fyrir okkur öll og að við förum að horfa á það að vinna miklu meira í forbyggjandi aðgerðum en ekki alltaf það sem heitir á ensku end of pipe solutions eða vera alltaf að gera við, heldur að fyrirbyggja í staðin fyrir að gera við. Þetta finnst mér til dæmis vera ákveði grundvallaratriði. Maður getur tekið, ég tók nú aðeins efnahagsmálin hérna áðan að breiðu bökin og kerfið sé þannig uppbyggt að við séum að standa undir því að vera með öflugt velferðarkerfi. Þá verðum við að skrúa ofan af skattalækkunum nýfrjálsíkjárana til hinna betursettu. Já, við þurfum að láta breiðu bökin taka meiri þátt og það á bæði við einstakling og fyrirtæki. Það er bara þannig. Til þess að við getum gengið lengra þegar það kemur að velferðarmálunum. Ég meina, við erum að rífast við sveitafélöginum kostnaðarskiptingum í málefnum fatlaðs fólks. Við náðum áfangasamkomulagi núna í desember sem var mjög mikilvægt. Ég hef lagt mikla áherslu á þetta. Við erum núna í viðræðum við þau næstu skref. Og þú veist, þetta er einhvern veginn, allan í mínum huga, bara ofboðslega mikilvægt að við horfum á þetta út frá kerfum. Og við getum hort á það líka, ég get tekið náttúruverndina líka, því ég vil tengja... Þú ert að segja þetta áðan. Þetta er Guðmundur Ingi félagsmálaráðherra sem er að lýsa fyrir mér hverju ætlar að ná í gegn á næsta þingi. Já, þetta er ekki maður sem hefur farið í kosningar í haust eða þú ætlar að koma þessu í gegn. Ég veit að ég mun ekki koma öllu því sem að mig langar til að gera í gegnum núverandi ríkisstjórn á einu ári. En þú vilt ná einhverjum árangri í þessu sem þú varst að tala núna? Ég vil að sjálfsögðu ná árangri í einhver af þessu, vonandi nægi því einhver af þessu í þessari ríkisstjórn. En ég á nú ekki vonaði við förum í mikla breytingar á skattkerfinu þar sem eftir er að það sem ég var að tala, það sem varst að tala félagslega kerfið. Já, þú vilt ná einhverjum árangri þar. Já, og er náttúrulega bendi aftur á örorkulífeyriskerfi sem mjög mikilvægan áfanga. Þannig að þú ert að horfa til þess að vera í þessu stjórnarsamstarfi í 1 ár. Við höfum ekkert rætt neitt annað en að klára kjörtímabilið. Þannig að auðvitað fara flokkarnir allir á síðasta þingvetri að skerpa sínar áherslur og ég er að tala þær áherslur inn núna. Eitt er hvernig þú talar hvert framtíð samfélags á að vera en annað er að þú ætlar að ná að klára einhver mál til þess að geta komið fram og segja ég náði þessu. Já. Það er til dæmis örorkulífeyriskerfið sem er núna í höfn. Ég get nefnt að við erum mál sem hafa samþykkt frá mér fyrir ári síðan bætta þjónustu við eldra fólk. Við erum að reyna að sameina meira félagsþjónustuna og heilbrigðisþjónustuna þannig að fólk getur verið lengur heima hjá sér. Þarna er maður einmitt að tala það að velferðarþjónustan sé þannig að við séum að sinna fólki reyna að grípa það fyrr í kerfinu áður en það verður veikt og svo framvegis. Þetta þurfum við að horfa líka á í þegar kemur að börnum og í fjölskyldumálum. Stórt mál sem hefur fengið mikla umræðu núna er fæðingarorlofskerfið. Þar höfum við gert mjög mikilvæga breytingar í þessari ríkisstjórn. Við lengdum fæðingarorlofið,
við erum með ákveðnar hækkanir núna. Ég vil að við næstu skrefin okkar þar eiga að vera að þau sem eru á lægstu laununum eigi að fá eigi ekki að heyra undir að fá bara 80% á laununum sínum og getum við búið til eitthvað þrep þar. Mánuður fyrir konur áður en að það eignast barni. Þetta eru stór réttlætismál í fjölskyldumálum til dæmis, en ég meina ég veit alveg að það gerist ekkert mikið á þessum síðasta þingfundi. En ríkisstjórnin svo veik og náttúrulega könnunin sem kom núna í gær sem að sýndi Sjálfstæðisflokkinn undir 50%. Það náttúrulega áhrif VG eða er það kannski áhrif VG? Það alltaf sagt að Sjálfstæðisflokkurinn að samstarf okkar við Sjálfstæðisflokk. Þeir segja að það óanægðu Sjálfstæðismenn sem koma hingað. Þeir segja sko vondstaða Sjálfstæðisflokksins sé ykkur að kenna. Því að þeir sitji fastir í ykkur vinstristjórn. Það eru svona, þú kannast við þetta, þessi svona ysti hluti, ysta hægrið í hægri flokknum, tala þannig. En það, þegar þú ert að tala, ég er bara að því að við vitum að ríkisstjórnin, ég meina, hún er ekki samtak að fara með samfélag eitthvað tiltekinn máta. Þetta er meira og minna orðin svona mál sem að menn að semja hver við sig. Það er ekki sameiginleg framtíðarsýn þessara flokka. Það er bara, kannski var það 2017, ég bara veit það ekki, en það er alveg klárlega ekki núna. En þegar þú ert að tala svona, þá er ég bara að velta fyrir mér, er ég að hlusta á formann VG sem er að mæla það fram sem hann telur að vera góð kosningastefna, eða er ég að hlusta á félagsráðurann sem ætlar að ná þessu í gegn á næsta þingvetri? Þú ert fyrst og fremst að tala mannin sem er að horfa til framtíðar. Vegna þess að við erum auðvitað með málefni sem er í núverandi stjórnarsáttmála. Þetta er ekki þar. Ég er ekki að fara að semja þau mál á síðasta þingvetri. Það er algjörlega hreinskilið með það. En mér finnst mikilvægt að tala það hvert ég vil stefna. Þannig að þið ætla að mæta í haust með svona klárari stefnum hvert þið ætla að fara. Já, það er... Og svo er það að við getum náð þessu núna, en svo erum við raunverulega að biðja umboð til þess að fara... Halda áfram. Og halda áfram á þingi vegna þess að staða núna í skoðanakönnum er einfaldlega svo að VG myndi detta út á þingi. Ekki í sagði maskinu. Nei, maskina var hún var fallegri. Það er reyndar það sem að kemur fram í stöðu Sjálfstæðisflokksins og við höfum rættað það í ýmsu þáttum. Að raunverulega er sko staða Sjálfstæðisflokksins svo veik og það að þau farið með forsætisráðundið og formaðurinn sé þar eftir sem að var síðast í forsætisráðundinu og það sprakk ríkisstjórnin í höndunum á honum, að Sjálfstæðisflokkurinn getur ekki farið í kosningar eða annað en að bara klára kjörtímabilið, bæði út frá hagsmunum sínum og þá sérstaklega formannsins. Og þá hefur verið sagt að þetta er eiginlega bara opin búð fyrir VG og Framsókn. Þess að nú er eiginlega verður Bjarni Benediktsson sem að núna tekur að sér hlutverkið að halda ríkisstjórninni saman, þannig hann er ekki að sækja á Katrínu eins og áður var, að þetta er eiginlega betri staða fyrir ykkur að ná ykkar fram heldur en var áður. Ég held að mörguleiti sé þetta alveg rétt og ég bendi bara á þinglókin. Við náðum bara mjög mörgum góðum málum þar í gegn. Bættum önnur mál frá meðal annars Sjálfstæðisflokknum sem að okkur fannst ekki nógu góð þegar þau komin í þingi. Þannig að ég held að það sé margt rétt í þessu. Já, við vonum að enginn af þessum hægri mönnum, hægra megin í hægri flokknum sé að hlusta á þetta því að þetta myndi auka enn og ámikið þeirra að heyra þetta. Herðu, en síðan er rætt í svona spjallþáttum og þá er rætt að eins og svona sjálfsagt mál að Svandís Svavarsdóttir muni taka yfir flokkin og færa hann mikið til vinstri. Ég hef ekkert heyrt frá Svandísi neitt í þessa veru. Er ekki líklegt að þú muni bjóða þig fram sem formann VG í október? Ég hef bara í fullri hreinskilinni sagt ekki tekið ákvörðun það. En ég er eins og alveg samferður það að okkur mun takast að velja okkur góða forystu. Þú vilt vera að hluta þeirri forystu? Mig langar til að halda áfram í pólitík. Það er alveg ljóst vegna þess að ég brenn ennþá fyrir þeirri stefnu sem að VG hefur rekið og ég brenn líka fyrir því að halda áfram á mótana með okkar góðu félögum. Það verður síðan að koma náttúrulega í ljós hvort að fólk vilji fá mann inn á þing og svo framvegis en það er einhvern veginn, ég held að maður finni þetta bara svolítið í sér og ég skal nú alveg viðurkenna það að þegar maður er að loka metrunum í þinginu þá langar mann stundum til þess að kaupa sér ferð aðra leiðina eitthvað því að álagið er bara með þeim hætti og maður er að reyna að berja málunum sínum í gegn
En það hafði djúpstæð áhrif á mig núna í lok þingsins þegar að við samþyktum annars vegar mannréttindastofnun og hins vegar örorkulífeyriskerfisbreytingarnar. Og ég fann fyrir svona, já, það skiptir máli að vera í pólitík og koma málunum sínum í gegn. En hvernig líður þér að því þú ert formaður VG, þú ert ekki starfandi formaður VG, þú ert bara formaður VG. Já. Ég segi þetta vegna þess að maður heyrt það í spjallþáttum, kannski ekki alveg nýlega, en fyrst var talað það eins og væri starfandi og væri staðgengil, eða væri þarna inni fyrir einhverja slysni. En þú ert formaður VG. Hvernig líður þér á því heyra alla þessar spekinga í þessu spjallþáttum tala eins og að, já bara ef að Svandís vill, að þá getur þú bara tekið hlutverkið yfir? Það fer bara ekkert illa í mig, mér er Svandís frábær sko. Og við vinnum mjög vel saman, við tölum saman stundum oft á dag, yfirleitt daglega. Mér fannst skrítið, ég fór til útlanda núna í opinberum erindagjörðum og heyrði ekkert í Svandís í 2-3 daga og ég hugsaði, hvað er að gerast? Þannig að í mínum huga erum við Svandís bara fyrst og fremst samherjar. Þannig að ég hef litlar áhyggjur af þessu. Ég skal spyrja hana frekar eftir hvort hún sé að íhuga að fara í formannin. Ég hef sagt að við þetta borð að ég held að svo sé ekki. Það er mín spá. Já, ég held bara við ég held þetta sé bara þannig verkefni sem er að lyfta upp og endur eins og VG að það held ég held að Svandís muni ákveða að bjóða sér ekki fram í það. Það er mín spá. Sjáum til hvað gerist. Já. Herðu, Guðmundur Ingi, alltaf gaman að fá þig hingað við rauðaborðið að tala pólitík. Sömuleiðis. Takk hérlega. En ég ætla að sitja áfram Guðmundur fer og ætla að fjalla frekar samfélagsyfirlögum í. Næsti kafli er hér eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.